unnið að því að fluttur verður 7. þáttur framhalds sakamála útvarpsleikritsins Radíusbræðum leysa vandann. Hóteldraugurinn á Hólminu. Þar sem við skildum síðast við leynilögregludrengina Snöllu voru þeir á leið frá Grundarfirði bæði hryggir og glaðir í senn. Að vísu hafði þeim auðnast að leysa flókið hesta- og selamorð, en misindismaðurinn Helgi hesta og sela hafði gengið þeim úr greipum og sást til síðast til hans þar sem hann synti út Breiðafjörð og fór mikinn. Nú för þeirra bræðra heitið á Stykkishólum þar sem fyrirhugað að halda skemmtun góða. Heyrðu Steini, við erum að fara að skemmta á Hólminum í kvöld, gistum við ekki örugglega á hótelinu? Jú, það rétt hjá þér, Dabbi, og ég geri frekar ráð fyrir góðri aðsókn, því ég hef heyrt að Hólmarar séu öðrum mönnum hressari. Synd og skömm meðan trygg, greyið. Þetta var nú vænsta kvikindi, leiðinlegt að ég skildi vera að keyra svona yfir hann. Já, þú mátti nú til, Dabbi minn. Við urðum að reyna bjarginni Jóni. Hún var almennlegu bóndi og góður heima sækja. Já, við skulum ekkert vera að tala of mikið það. Ertu búin að gleyma hver hún var í raun og veru? Æ, já. En nú erum við komnir að hótelinu. Jæja, best að drífa sig inn og róta græjónum. Nei, hvað þetta hér? Hér allt vaðandi í plakkutum. Jú. Radíusbræður skemmta í kvöld. Hva? Ég hélt að við ættum að skemmta hérna í kvöld. Hverjir eru þessir Radíusbræður, Dabbi? Og þeir eru alveg sláandi líkir okkur. Nei, Steini, sjáðu. Skoðuðu þetta nánar. Þetta plakatið okkar, en það hefur einhver bætt kái fyrir framan Radíusbræður. Þetta voðalegt. Nú halda allir sem mæta á skemmtununa í kvöld að við séum Radíusbræður, ekki Radíusbræður. Frægir skemmtikraftar að sunnan og leynilögregludrengir. Já, ef það mætir þá einhver. Nei, Steini, þetta áreiðanlega eitthvert grín hjá þeim Hólmurum. Þeir eru svo miklir djókarar. Radíusbræður taka nú til óspilltra málanna og bera rándýran og vandaðan búnað sinn inn í salinn. Að því búnu fara þeir í afgreiðsluna, þar sem þeir hyggjast bóka herbergi til næturinnar. Þetta undarlegt, hér ekki nokkur maður. Hótelið virðist vera mannlaust með öllu. Já, það ekki laust við að setja að manni einhvern undarlegan beig. Bíddu, þarna kemur einhver. Þetta ungur maður með gamalt andlit. Hann þreytulegur og dökkt hárið fellur líflaust niður á fullt andlitið. Og hvað þetta? Þetta ryk sem á einkennisbúningnum hans? Nei, þetta flasa. Já. Það fær honum betur að vera í hvítum jakka. Já. Góðan daginn. Ég veit nú ekki hversu góður hann En sólin skín í heiði og fuglarnir syngja. Já, það? Við höfðum hugsað okkur að bóka hér herbergi, en við verðum einmitt með skemmtun hér á hótelinu í kvöld. Já, ég myndi nú ráðleggja ykkur að halda leiðar ykkar strax að lokinni skemmtun, ef skemmtun má kalla. Nei, við erum alveg úttaugaðir eftir að hafa leyst erfitt sakamál og Grundarfirði. Okkur veitir ekkert af allir þeirri hvíld sem við getum fengið. Já, það eiginlega ekkert laust herbergi. Ekkert laust herbergi, það nú ekki beint eins og hér sé glaumur og gleði. Hér ekki kjaftur. Já, það nú svona sant. Veistu hverjir við erum? Við erum Radíusbræður, heimsfrægir skemmtikraftar að sunnan og leynilögregludrengir. Og við getum svo sannarlega komið við kaunin á þér. Já, með því að tala illa þig og þetta hótel þitt í útvarpsþætti sem við erum með á aðstöðunni og exinu. Við myndum skemma allan business fyrir þér. Við myndum láta Munda selja þér auglýsingu og gera hana sjálf. Já, við látum Jónu auglýsinga fór. Já, nei, það gengur ekki. Ég reyndar með eitt herbergi laust. Ég sé það núna, en mér meinilla við að hýsa þar gesti. Já, við tökum það samt. Herbergi herbergi. Komdu bara með lykilinn. Já, en það á ykkar ábyrgð. Það herbergi númer 13, svarta herbergið. Þeir Radíusbræður halda nú til herbergi síns. Þeir félagar eru fljótir að koma sér fyrir, enda vanir í að velkjast þjóðveginn og gista á gistiheimilum. Þeir fara í ískalda sturtu, bursta tennurnar, greiða sér og raka sig að lokum. Að því búnum bera þeir á sig vellyktandi rakspíla, bæði til að loka húðinni og einnig til að lykta vel og vera snyrtilegir. Steini ber á sig Old Spice, en Dabbi hallast meira því að nota Brut frá Fabergé. Því næst hallaði sér
Því þeir vilja vera vel fyrir kallaðir þegar skemmtunin hefst þá kvöldið. En rétt í þann veg að þeir eru að festa blund, heyra þeir torkennilegu hljóð. Hvað var þetta draugalega hljóð, Dabbi? Það veit ég ekki, Steini, en vissulega var það hrollvekjandi. Ég er einu alveg skítræddur. Góðir og gegnir leynilögregludrengir hafa engin efni á því að láta óttan standa í vegi fyrir rannsóknarfullra mála, Steini. Nei, það er rétt hjá þér, ég sé það núna. Ég er eiginlega ekkert hræddur. Það lítur ekki út fyrir að við náum að hvíla okkur mikið fyrir skemmtunum í kvöld. Ég held að það sé aðeins eitt kostur í stöðinni. Við verðum að kanna málið. Er það nokkuð? Ef ekki bara leiða þetta hjá okkur? Jú, komdu, Steini. Þú mátt ekki vera þetta chicken shit sem þú ert ef þú ætlar að lýsa undir nafni sem sannur leynilögregludrengur. Nei, ég vil ekki klæða okkur fyrst. Við erum hérna á Narjónum, ángandi af ódýrum rakspíra. Fólk geti farið að fá ranghugmyndir okkur. Alltaf ert þú sami smáborgarinn. Getur ekki að hætta að hugsa það í 5 mínútur hvað öðrum finnst þig. Já, ég sé nú bara ekki glæpinn í því að vilja vera snyrtilegur og koma vel fyrir. Ég bara sé það ekki. Við megum engan tíma að missa. Komdu. Þeir radíusbræður tippa nú fram á gang og læðast niður stigann niður í kjallara. Þar er sagga á loft og aðstæður allar hinnar draugalegustu. Dauð lýsingin er ekki til að bæta á skák. Steini, hvaðan heyrist þér hljóðið koma? Mér heyrist að koma handan þessara dýra sem líkjast helst dýrum á kindiklefa. Ert þú tilbúin að hlaupa inn eftir að ég hef sparkað upp hurðinni? Dabbi, Já. eigum við ekki að hvísla herópið okkar áður? Dabbi, Já. Dabbi, Já. eigum við ekki að hvísla herópið okkar áður? Jú, það er rétt. Rati, brati, bræ, bræður eru hér til að leysa þennan vanda, rati, brati, bræ. Ég sé ekki glóru hérna. Það er mér eins og blinda homman. Ég sé ekki raskat. Það er af því að þú hefur gengið á svarta karlasokka sem hanga fyrir augunum. Það er greinilegt að þessi kyndiklefi er einnig notaður til að þurrka þvott. Já, og þessir sokkar eru ekki sérlega vel þvegnir. En það sem ég tek þessa svörtu karlasokka frá augunum, sýnist mér ég sjá litla veru skjótast út þessa gluggaboru. Já, þessi vera líkist helst pínulitlu manni, nauða sköllóttum með kúluhatt. Já, og hann er allur hinn templaralegasti. Hvað ætli þessi dularfulla vera hafi verið að vilja hér í kyndiklefanum? Við skiljum nú við þá radíusbræður þar sem þeir standa skjálfandi af hræðslu í ókunnum kyndiklefa, í ókunnu hóteli, á vestanverðu Snæfellsnesi á næri klæðunum einum saman. Hver var þessi dularfulla vera? Er Tryggur virkilega allur? Er gistirými út á landi of dýrt miðað við gæði? Hver bætti káinu framan við radíusbræður? Eru kradíusbræður virkilega til? Verið rétt stillt og fylgist með næsta þætti sakamála leikritsins Radíusbræður leysa vandann. Skrítið skemmtikvöld.